Já, góðan og blessaðan daginn. Ég heiti Sæmundur Sveinsson og ég hef verið að stýra þessu fundi í dag sem er samtal milli Matís og grænmetisgeirans hér á Íslandi. Og sem sagt, þetta er klukkutíma fundur milli 9 og 10. Ég ætla að byrja að vekja athygli á því að fundurinn verður tekin upp og gerður aðgengilegur eftir fundin, og það er svona hugsað til þess að þetta er háuna tími hjá fólki í þessum geira og þá gefur það allan einhver tækifæri fyrir fólk sem hefur ekki tíma akkurat núna til þess að kíkja efnum fundarins fyrir að hafa einhver bara eftir því sem henduleika fólks. Sem sagt, dagskráin í dag er þannig að fyrir mynda næstu glæru að það verða stutt erindi. Það eru starfsmenn Matís og tveir og síðan er Gunnar Þorgeirsson, garðyrkjubóndi, formaður Bændasamtakanna, og síðan Björn Björnsson hjá Samkaup. Við erum með stutta kynningar og eftir kynningarnar verða umræður. Svona bara nokkur atriði, það er svona best ef allir geta bara verið mute meðan á kynningunum stendur, nema náttúrulega sá sem er að kynna, og síðan í umræðunum eftir er afskaplega gott þægilegt að nota þessa handa uppréttinga features í Teams til þess að svona veikti athygli á sér. En þá ætla ég bara að gefa honum Val Gunnlaugssyni hjá Matís orðið. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Skulum sjá hvort þetta gangi. Sjáu þið, hvaða sjáu þið? Sjáu þið fullan, sjáu þið hérna fyrstu glarna hjá mér? Sjá skjáin með notes. Skjáin með notes. Það er akkurat eins og það á ekki að vera. Þá reynum við aftur. Alltaf klikka maður á þessu. Á hverju er þetta svona? Jæja, Sæmi, varst þú ekki með bítur nú við? Það er deiligur mér. Nei, býtu, við skulum ekki alveg gefast upp strax og þetta sé klassískt fundarefni að á hverju maður heldur maður sem er allt tilbúið og þá er ekki svona. Hvað segir þetta? Er þetta ekki eitthvað skárra? Komið, heyrðu, ég ætla nú ekki að spóla í gegnum allt hérna. Heyrðu, komið sálblessuð, eins og Sæmi sagði, heiti ég Valur Gunnlaugsson og starfa hérna hjá Matís. Ég ætla aðeins að rúlla í gegnum svona kynna Matís fyrir ykkur og svona hvað við erum að fást við dagsdaglega. Eins og vorum aðeins að ræðum áðan fyrir fundin, þá er þetta svona ákveðin fundaröð sem haldin er í raun að framhaldi af aðalfundi Matís sem var fyrir einhverjum 2 vikum. Þið sjáið í efri röðinni, þá er þetta fundi sem verða í næstu viku og fundir í neðri röðinni eru þeir fundir sem búnir eru og mann nálgast upptökur á þeim á heimasíðu Matís. Þið sjáið eitthvað þar sem þið hafið áhuga á. Nú, hvað er Matís? Við erum þekkinga- og vísindafyrirtæki sem byggir á sterkum rannsóknainnviðum og samstarfi. Við styðjum reynum að styðja viðskiptavini okkar til aukinna verðmætasköpunar, matvælaöryggis og lýðheilsu. Nú á Matís starfa rétt tæplega 100 manns og við erum nú meginhluti starfsfólksins er hérna í Reykjavík, en við erum með útibú á Akureyri, Neskaupstað og Ísafirði og svo með litla skrifstofur á Hvanneyri og í Vestmannum. Þannig að við reynum að dreifa starfseminni landið allt. Við erum OHF og í eigu runni atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins og Kristján Þór Júlíusson heldur í runni á eina hlutabréfinu sem er í okkur. Nú, ef við skoðum aðeins kannski grunnstoðirnar, þá erum starfsemi byggð mikið á rannsókn- og nýsköpunarverkefnum, það sem styrkir úr samkeppnissjóðum, við sinnum þjónustumælingum, förum aðeins inn á þetta frekar á eftir,
öryggis- og forgangsþjónusta, tilvísunarrannsóknarstofur og sinnur ráðgjöf, menntun, fræðslu og hefur smá aðstöðu fyrir matasmiðjur. Nú, þessi rannsókn- og nýsköpunarverkefni, þau eru flokkuðurinn eftir ákveðnum áherslum við atvinnugreinar og ákveðna hópa. Kíkjum aðeins nánar á það eftir. Við sinnum þjónustumælingum, örveru og efnarannsóknir mjög mikilvægar í fjölmörgum matvælum og við erum með faggildingu, þannig að þetta eru aðferðir sem haldið við og eru staðlaðar. Nú, svona þessi rekstur á matasmiðju, þar sem við erum með kannski ákveðna vinnu í kringum að sinnum ráðgjöf og fræðslu og ákveðni þjálfun fyrir smáframleiðendur og við erum líka að styðja stjórnvöld og í gegnum nefndastörf við kannski ákveðna ráðgjöf í þessum málum öllum saman. Nú, öryggis- og forgangsþjónusta á sviði matvæla kom aðeins inn á það eftir og við erum að vakta ákveðin óæskileg efni í sjávarfangi. Nú, eins og ég sagði áðan, þá erum við með ákveðna flokkun á þessum rannsókn- og nýsköpunarverkefnum og þarna sjáum við náttúrulega grænmeti, ávöxt og korn saman í flokki. Við sinnum líka, eins og ég sagði áðan, nýsköpun og styðjum frumkvöðla og við sitt starf. Nú, ef þið þurfið frekar upplýsingar þá heimasíða Matís hefur fengið yfirhalningu og ágæt að mörgu leyti. Þannig að má finna þar ýmsar upplýsingar hvað við erum að fást við og hvað þið kannski gætu nýtt af okkar þjónustu. Nú, ég tala öryggis- og forgangsþjónustu og það hljómar svolítið skringilega en við erum að gegnum mikilvæg hlutverk í að tryggja öryggi og heilnæmi matvæla og við erum þarna sem tilvísunar rannsóknarstofa á 11 sviðum og það sem kannski áhugavert fyrir ykkur náttúrulega þessar rannsóknir á varnarefnaleyfum sem við sinnum þá fyrir MAST og heilbrigðiseftirlitssvæðin. Þannig að þau að koma með sýni til okkar og við gerum þessa varnarefna rannsóknir á sýnunum. Nú, eins og ég sagði áðan, þá eru langflest rannsóknarverkefni styrkt og fjármögnuð úr samkeppnissjóðum og það eru fjölmargir sjóðir sem standa framleiðendum til boða. Kannist náttúrulega þarna við framleiðsjóð landbúnaðarins en einnig rétt að benda ykkur sérstaklega á Tækniþróunarsjóð sem hefur styrkt verkefni í þessum geira. Ólafur Reykdal kemur að sinna þá eftir og líka mikilvægt að hafa í huga Matvælasjóð. Hann auglýsti núna í síðustu viku næsta umsóknarfrest sem er 7. júní held ég og það sjóður sem hentar framleiðendum vel sem vilja koma einhverju hugmynd, vinna í hugmynd sinni eða koma einhverju á markað. Þetta ekki flóknar umsóknir og endilega kíkja á það og verið í sambandi ef þið viljið fá okkur að í ykkar verkefnapælingum. Nú, bara svona til að ljúka þessu og kannski punktar til að hafa í huga, við förum í spjallið og eftir. Aðeins setjum okkur inn í hvað í sjónmáli, hvað að breytast í umhverfi okkar, hvað má á íslensku kalla trend, hvað í gangi, við sjáum COVID hefur ýtt okkur út í kannski aukna netverslun á matvælum. Kúnninn kannski að kalla eftir frekari gegnsæi, að vilja fá frekari upplýsingar úr virðiskeðjunni, meiri upplýsingar en kannski að finna á afurðunum sjálfum, að sjá keðjuna, sérstaklega fyrir þessar flóknari keðjur sem oft í matvælageiranum. Við sjáum trend svolítið erlendis að svona meiri
krafa úr fæðu kannski úr nær umhverfinu. Það verið að byggja kannski svona gróðurhús og einhverja ræktunarstöðar nær þéttbýliskjörnum en áður var og það svona áhugi á að stytta virðiskeðjuna. Bæði svona og þá fólk að horfa kannski á lækkað sótspor eða færri fæðumýlur eða einhvern veginn þannig. Nú pökkunarmál hafa verið svolítið í sviðsljósinu og það svona komið krafa á minni plastnotkun, er eitthvað hægt að nota einhver önnur efni við að pakka afurðum og tölur pressa á framleiðendur að huga að nýjum lausnum í þeim málum. Nú sjáum fólki svolítið fara að huga að vill kannski fá minna unnin matvæli og með færri aukaefnum. Við sjáum að svona meiri krafa á kannski vörur með ákveðum heilsubætandi áhrifum, oft kallað markfæði þar sem hafa einhvern ákveðin eiginleika fram yfir kannski hefðbundnar afurðir. Nú það ákveðin krafa eða pressa á að koma með afurðir unnar úr plöntum eða plöntu hlutum, hliðarafurðum, það sem verið að nýta eitthvað sem ekki nýtt í dag og það alltaf þessi krafa minni sóun og þetta svona, þetta tengist, þessi punktar tengjast margir hverjir en þetta svona það sem mér datt í hug þegar ég var að setja þessar glærur saman og það líka ágætt að velta fyrir sig svona, getum spurt okkur kannski á eftir, hverju kemur COVID til með að breyta varanlega í neysluhegðun neytenda. Þannig að ég held að ég segi þetta bara ágætt í bili og við tökum bara spjallum þetta á eftir. Hérna má sjá hluta þeim fyrirtækjum sem starfa með Matís í dag og þá bara gef ég Sæmundu aftur orðið. Og reyni að hætta að séra þessu, eina því. Kæra þakki fyrir þetta, Valur. Mjög fínt yfirlit yfir svona starfsemi Matís og hvað við erum að spá spuglulega. Ólafur Rekdal, þú ert næstur á svið. Já, takk fyrir það, Sæmundur. Þá ætla ég að reyna að deila til ykkar nokkrum glærum. Já, þær hafa nú ekki birst ennþá, held ég. Jú, við sjáum að það er ekki fullscreen, Ólafur. Hvað segið þetta? Nei, þetta er sama vandamál hjá Val áðan. Nú já. Hvernig leystur það, Valur? Ég get líka deilt þessu, Ólafur. Deildaður skjá bara. Við skulum ekkert vera að tefja við þetta og bara sjáum til hvort að Sæmundur getur ekki deilt þessu almennilega. Lofengum. Já, ég sé allavega glærurnar. Eins og fram hefur komið þá heiti ég Ólafur Rekdal og vinn sem verkefnisstjóri hér hjá Matís. Hef fengist við grænmeti með ýmsum hléum nokkuð lengi en verið að fást við ýmislegt annað líka.
og mitt hlutverk sem sagt að gefa stutt yfirlit það sem Matís hefur verið að vinna á grænmetisviðinu og sérstaklega það matvælasjóðsverkefni sem núna í gangi og þá skulum við sjá næstu glæru. Fyrst verð ég að segja að megin viðfangsefni Matís hafa verið frá upphafi tengd sjávarafurðum en kjötið hefur nú fengið talsvert góðan sess. En það má spyrja hvað með grænmetið? Jú, það hafa hvergi nærri verið eins mörg verkefni grænmeti og kannski væri ástæða til. En lítum á næstu glæru. Við eigum sögu alveg frá árinu 1988 þegar ég var fyrst að fást við verkefni grænmeti. Þá var næringargildið svolítið mikið í forgrunni en gæðin engu að síður. Svo var það kringum seinustu aldamót að við Valur vorum með stórt verkefni sem var úttekt á gæðum grænmetis á íslensku markaði. Það spannaði býsna mikið og held ég hafi tekist vel. Nú síðan varð hlé og 20 árum seinna var Matís að fást við hollustu efni í grænmeti. Það var lítið verkefni styrkt af þróunarsjóði garðyrkjunnar og síðan í framhaldinu annað lítið verkefni gæði grænmetis. En það sem við erum að fást við núna stórt verkefni styrkt af matvælasjóði sem að tekur fyrir alla virðiskeðjuna og þetta erum við að fást við núna á þessu ári. Og lítum þá á næstu glæru sem að beinir athyglinni að þessu nýja verkefni. Það gengur undir heitinu virðiskeðja grænmetis af því við viljum leggja áherslu á það að við erum að fást við alla keðjuna frá uppskeru og alla leið til neytenda. Langa heitið bætti gæði, geymsluþol og minni sóun í virðiskeðju íslensku grænmetis og eins og ég nefndi áður þá það matvælasjóður sem að styrkir þetta verkefni og því mun ljúka á þessu ári eða í janúar á næsta ári. Svona lykil viðfangsefnin eða verkþættirnir eru hér tilgreindir 4. Við erum að gera athuganir á allri virðiskeðjunni, gera mælingar, skilgreina keðjuna og það nýtum við svo í hinum verkþáttunum. Það sérstakur verkþáttur geymsluþol og þar gerum við talsverðar rannsóknir á geymsluþoli valinna grænmetistegunda og ég ætla að fjalla þetta á sérstakri glæru síðar. Þriðji þátturinn bætt nýting hliðarafurða og þetta sérstakt áhugamál margra starfsmanna hjá Matís því að við höfum tekið þátt í því með fyrirtækjum að auka nýtingu í sjávarútvegi og unnið með fyrirtækjum sem að stefna að 100% nýtingu á þorskinum. Svo við
spyrjum, getum við ekki aukið nýtingu á afurðum garðyrkjunnar og það er ýmislegt sem að bændur fá ekki verð fyrir. Það eru blöð og stönglar, það eru ystu blöðin á kálhausum og ýmislegt sem að fellur til afskurður og slíkt. Þannig að hér er virkilega áhugavert að kanna hvort að við getum ekki beitt einhverri þekkingu sem hefur orðið til, eins og til dæmis í líftækniverkefnum til að búa til verðmæti úr því sem er ekki nýtt núna. Hér er fólk sem hefur unnið lengi með líftækni og það verður spennandi að sjá hvað þau geta lagt til málanna. Nú svo í fjórða lagi er mjög mikilvægt viðfangsefni og það er að draga úr sóun á grænmeti í allri virðiskeðjunni. Þetta er farið að skipta almenning meira máli en áður og líka sér þessa stað í opinberri stefnumörkun. Og ég ætla að fjalla þetta svolítið meira á glæru á eftir. En ég ætla að leggja áherslu á það að í þessu verkefni skiptir miklu máli að eiga gott samstarf við aðila í allri virðiskeðjunni og við höfum þegar stofnað til samstarfs og ég hvet ykkur endilega til að líta á þetta verkefni sem tækifæri, hafa samband og kanna hvað þið getið notið góðs af meðan þetta verkefni er í gangi og það er sem sagt, það verður ekkert lengi í gangi því að við þurfum að ljúka því á þessu ári því sem bil. Já, nú ætla ég að líta á glæru geymsluþolsrannsóknir. Næsta glæra, Sæmundur. Er hún ekki komin hjá mér, geymsluþols? Nei. Þarna kom hún með þessu fallega spergilkáli. Nú, við erum bæði að fást við að byggja upp þekkingu sem að er fræðileg og hagnýt. Við erum sem sagt að efla bara þekkinguna á þessu viðfangsefni með því að kafa í erlendar heimildir og fræðigreinar og læra af þeim. En það skiptir líka miklu máli að kafa í raunveruleg hagsmunamál eins og framleiðendur líta á þau. Nú, við gerum sérstaka tilraunir með geymslu valdra grænmetistegunda og höfum hér á Matís ýmis verkfæri eins og gæðamat sem að er skipulagt mat á útliti og neyslugæðum og það eru náttúrulega gerðar ýmsar mælingar á hita og raka og slíku. Við verðum með sérstakt meistaraverkefni undir þessum verkþætti sem hjálpar okkur til að kafa dýpra í fræðin og okkar tilgangur er náttúrulega að finna leiðir til að lengja geymsluþolið og bara ekki síst að viðhalda gæðunum alla leið til neytenda. Nú, það hefur eitthvað verið talað útflutning og þá skiptir náttúrulega sköpum að gæðin haldist.
Hér verðum við svo með útgáfu á leiðbeiningum og ætlum okkur að kynna þessi mál rækilega og þá gott að vera í samstarfi við sem flesta. Nú, þá í lokin ætla ég að líta á glæruna sóun. Til að draga úr sóun þá þarf það að vera samstillt átak bændadreifingaraðila og verslunar, en við þurfum náttúrulega að taka það skilmerkilega fram að það margt mjög vel gert hér á landi eins og varðandi dreifingu, verslun og bændur standa sig frábærlega eins og myndir sem hafa verið á þessum glærum sína. Nú, en við ætlum að kanna hvort það séu veikir hlekkir og benda á leiðir til úrbóta, gera sem sagt mælingar og allt þarf þetta að vera í samráði við viðkomandi aðila og síðan að miðla niðurstöðunum og þá það loka glæran. Já, hér mynd af aldeilis frábærum gæðum, blómkál frá íslenskum framleiðanda síðastliðið haust, en bara í lokin ykkur velkomið að hafa samband og hér eru netföng okkar vals, svo endilega hafið samband og takk fyrir og Sæmundur, þú tekur við. Já, bestu þakki fyrir þetta, Ólafur, virkilega gott yfirlit yfir spennandi verkefni sem gangi núna Matthís. Næstur á svið Gunnar Þorgeirsson. Ég ætla að finna hérna glærurnar hans. Eins og allir vita náttúrulega Gunnar Þorgeirsson formaður bændasamtakanna og líka garðyrki bóndi búinn að vera það árabil. Hverju segir þetta? Einhver karta hérna hjá mér. Prófum þetta aftur. Ég fekk Sæmund til þess að deila hérna erindinu að já sko, frábært. Takk fyrir þetta Sæmundur og takk fyrir að bjóða mér á þennan ágæta fund. Ég held að íslensk garðyrkja líti björtum augum til framtíðar í samstarfi við Matthís á grundvelli þeirra hugsjóna og þeirra starfa sem að þeir eru að vinna að. En ég laumaði nú inn hana mynda blómum líka því að ég framleiði líka blóm við hliðina á samhliða kryddjurtaframleiðslu sem við erum með í garðyrkjustöðinni hjá okkur. En ef þú ferð á næstu glæru, Sæmundur. Ég svona velti fyrir mér þjónustu þörf garðyrkjubænda og þau verkefni sem við horfum svolítið til. Þar hefur við náttúrulega nýtt okkur greiningar og sýnum og leiðbeiningar til garðyrkjubænda og þar horfum við kannski mest til þess sem við erum að, eins og Ólafur kom inn á áðan, hvernig nýtum við best hliðarafurðir í þessum framleiðslu einingum og samstarfi við Matthís hefur með mjög góðum brag þannig að það ekkert upp á það að klaga. Nú, þetta skiptir allt máli í framleiðslunni, bæði sýnatöku vegna ræktunar, vegna jarðvegssýna og áburðar og ekki síst vegna heilbrigðis plantna við framleiðsluna. Við erum núna í samtali við Matthís það hvort að vefjaræktun gæti hugsanlega átt sér stað hjá fyrirtækinu og því að vefjaræktun í kartöflum okkur lífsnauðsynlegt til þess að gæta að framþróun í kartöflurækt. Þannig að við erum svona
erum svona aðeins í samtali, það er nú ekki orðið að veruleika en þá, en núna hveti ég menn og konur til dáða að við náum þessu öllu saman heim og saman, en það er engin pressa. Ég sé að Oddur er á skjánum, þannig að hann nótir þetta væntanlega hjá sér. Síðan er náttúrulega hitt sem eru þessi plöntusjúkdóma sem við erum að eiga við, sem að hafa nýst okkur mjög vel. Næsta. Ég held að það sé mjög nauðsynlegt fyrir okkur að horfa til, eins og nefnt var áðan, að nú eru verið að auglýsa eftir styrkumsóknum í Matvælasjóð og hvet áhorfendur og áheyrendur til þess að skoða þær leikreglur sem þar er í gangi. En Valur nefndi að framleiðnisjóður væri líka sjóður til að sækja í, en síðustu áramót var í raun og veru framleiðnisjóður lagður niður og settur undir Matvælasjóð. Matvælasjóður tók við réttindum og skyldum framleiðnisjóðsins forna. Þannig að það fækkaði með eitt sjóð væntanlega á glærunni hjá honum Val. En ég held að samstarf og samvinna við Matís skipti sköpum í þessum svona minni einingum þegar við erum að horfa til hvernig nýtum við hliðarafurðir í garðyrkjunni. Og þá komum við aftur inn á það sem að Ólafur nefndi áðan, hvernig sjáum við fyrir okkur geymsluþol og síðan hvernig mælum við efnainnihald og síðan ráðgjöf og leiðbeiningar til bænda. Ég hef oft verið hugsi varðandi geymsluþolið að það hefur verið mikið rætt um það að losa okkur við allt plast sem við erum að nota. En ef við sleppum plasti að þá er spurning hvað þarf að líða margir dagar þangað til við erum farin að eyða í raun og veru kolefnisspori á grundvelli matarsóunar umfram það sem að kemur fram með því að geyma þetta í plasti. Og þetta er eitthvað verðugt verkefni fyrir bæði bændur og Matís að sjá hvernig leysum við þetta plastmál. Ég hef nú þá sýn að kannski er plastið ekki meginvandinn heldur úrvinnslufarvegurinn fyrir plastið. Þannig að en það er spurning hvort það komi eitthvað í staðinn og þá held ég að Matís sé svolítið leiðandi aflið því að benda okkur á þær leiðir sem við þurfum að fara. Það verður bara fróðlegt og spennandi verkefni að vinna með ykkur í því. Og svo síðasta glæran, að því að Sæmundur segja ég er að vera mjög fljótur að tala, fengi ekki marga mínútur í þetta. Ég held að áherslan eigi að vera á þessi hagnýtu verkefni sem við störfum við dagstaglega. Ég held að samstarfsgeta og samstarfsvilji sé hjá flestum í þessum bransa. Síðan eru þetta náttúrulega séðsninar leiðir gagnvart þjónustu við einstaka framleiðendur sem eru náttúrulega, þetta er náttúrulega jafn misjafnt eins og ræktendur eru margir. Við horfum svolítið í hérna viðráðanlega kostnað fyrir ræktendur og frumkvöðla í að fara með vöru til sýnatöku. Það er spurning hvort að hvar liggur sársaukamörkin í viðráðanlegum kostnaði. Og enn og aftur þá held ég að þétt samstarf við ræktendur og bændur og aðra fræðimenningar og öðrum greinum landbúnaðarins sé okkur bara til framdráttar og nauðsynlegt. En enn og aftur þá held ég að eins og Valur kom inn á þá hefur kannski COVID kennt okkur það að menn og konur eru að horfa svolítið til þess að verslunina eru umhverfi, slow food, nýting afurða sé orðin dálítið áhersluatriði sem að menn horfa til. En ég tek glaður þátt í samtali á eftir ef að beint verið til minni einhverjum spurningum, þannig að ég bara þakka fyrir mig í vilji. Ég er til þín Sæmundur. Já, takk fyrir þetta Gunnar.
Ég hérna aðeins að reyna að finna út úr hvernig maður slekkur á þessu kynningu hérna. Heyrðu, næstur á sviði Björn Björnsson hjá Samkaup. Gjörðu svo vel, Björn. Góðan daginn, Björn heiti ég og starfandi innkaupastjóri hjá Samkaupum og hef gert síðustu 6-7 árin í ávöxtum og grænmeti. Ég velti fram svona nokkrum hugleiðingum sem eru í beinum tengslum við það sem hefur komið fram hérna á undan og það snýr einna helsta þekkingaröflun og þekkingarmiðlun, hvernig getum við bætt okkur, hvernig erum við að passa upp á órofna kælikeðju, sem sagt alla leið frá bónda og til verslunar. Hvernig getum við hámarka gæðin, hvernig eru geymslu skilyrði hjá öllum aðilum, hvernig getum við hámarkað geymslu þolið, hvernig flutningurinn, erum við að passa upp á kælikeðju í flutningi, hvernig framsetning í verslunum, erum við að passa upp á hitastig, hvernig getum við lágmarkað matarsóun og hvernig getum við hámarkað nýtingu hráefna. Og síðan næsta glæra, hún snýr beint að íslenskum bændum og smásöluaðilum. Samtalið það þarf virkilega að eiga sér stað til þess að hámarka ábatan fyrir alla aðila og neytandann. Framleiðslu afurðir, við þurfum að velta upp spurningunni hver eru tækifærin, hvaða afurðir eða afbrigði vantar á markaðinn, hvar skortur, offramboð, hver þörfin og hvað hægt að gera betur og hvernig getum við gert betur. Svo þurfum við að velta upp hverjir eru óskirnar, hverjir eru neytendur að kalla eftir og þar eru umhverfismálin sem eru gríðarlega mikilvæg og hávær, umbúðamálin mjög hávær og umræður beinar afhendingar úr nærsamfélagi þannig að við séum að flytja sem skemmstar leiðir. Þá hef ég lokið mínu máli. Kæra þakki fyrir þetta, Björn. Þú kannski slekkur á kynningunni hjá þér. Þá komið umræðum, það bara eitt atriði sem ég vilt nefna áður en það farið í gang að við reyndum, Ólafur og Valur, þeir reyndu talsvert að ná í dreifingaraðila, fulltrúa þeirra til þess að koma á fundinn og kynna sín sjónarhorn á þessu fundi, en því miður það tókst ekki. Þessir aðilar voru gríðarlega uppteknir á þessu tíma og bundnir annars staðar. En við höfum ágætis tíma til umræðina, við höfum þessi fundur til 10, þannig að við höfum 20 mínútur, þannig að ég vil bara gefa orðið laust. Endilega minni að nota handauppréttingar, það svona einfalda málið. Gunnar? Já, þó sé ég framsögumaður, þá var ég nú að fá að spyrja. Mér einhvern veginn tamt að grípa orði ef það laust, þannig að velti svolítið fyrir mér Ólafur eða Valur, ég veit ekki hvort þið hafið einhverja og hvernig sýn þið hafið á þetta, að því að þessi plastumræða sprettur alltaf upp, sko. Hvaða lausnir sjáum við í hinum stóra heimi í þessum lausnum? Núna ætluðum við nú að bjarga heiminum og bönnuðum alla einnota plastpoka. Svo bönnuðum við innkaupapoka í búðum og þá þurfti að versla maíspoka til þess að afhenda í búðum
og ég held frá með 1. júní, frekar en 1. júlí að þá eru bannað að selja maíspókana því að þeir eru ómögulegir líka. Ég svona, velti fyrir mér, er eitthvað ljós í myrkrinu eða ætlum við bara, hlaup úr einu í annað og sóa, ég veit ekki hvað verslunni þarf að henda mörg 1000 tonnum af maíspókum núna, þegar það verður bannað að afhenda þá, Þannig að ég verulega hugsi yfir þessu, því að þetta ekki minni sóun heldur en að segja bara já, heyrðu, hættum bara að nota plast, en það bara ekki alveg svona einfalt. Já, þetta... Valur, viltu kannski taka, eða Ólafur? Já, ef Valur tilbúinn? Já, þú mátt byrja. Já, við höfum rætt þetta við dreifingaraðila og það oft þannig að plast besti kosturinn að því leyti að sóun verður minnst en það þróun í gangi og fyrirtækin eru að prófa sig áfram með umbúðir sem eru meira úr pappa eða pappír, þannig að það á eftir að þróast eitthvað, en ég sammála Gunnari að því leyti að framhaldsvinnsla á plastinu kannski stærsta málið. Valur vill ábyggilega bæta einhverju við. Nei, ég nú alveg sammála. Þetta mjög flókið og erfitt. Náttúrulega hefur íslenska framleiðslan mikið farið töluvert út í pökkun svona undanfarin ár og þetta náttúrulega leið líka til að aðgreina kannski íslensku framleiðsluna frá innflutningi. Svo líka þetta náttúrulega mörguleiti að vernda afurðirnar. Það náttúrulega myndast koldíoxíð inn í pakningunni og hægir þannig á önduna og skemmdaferlum afurða, þannig að þetta margþætt og þetta mjög, og það ekki komið nein töfralausn og ég hef ekkert séð annað svo sem neinstaðar, þannig að þetta bara verkefni sem þarf að vinna í og skoða hvernig, eins og þú segir, hvernig getum við kannski eitthvað að minnka þetta einhver leyti og einhvern veginn hvernig úrvinnslan eða eftirvinnslan á því sem fellur til verður, En það örugglega fleiri, það náttúrulega fólk kannski inn á Matís sem hefur meiri vita á þessu en ég og Ólafur, mörguleiti. Takk fyrir þetta. Katrín, þú ert næst. Já, takk fyrir þennan fund. Ég sé ekki að það sé hér neitt frá sölufélagi garðyrkjumanna. Svo mér langar að grípa aðeins þennan plastbolta þar sem hann gefinn upp. Það hefur árabil tíðkast að nota plastkassa, endurnýtanlega plastkassa, þessa grænu, undir þær vörur sem að þeir sækja, sótthreinsa svo inn í sölufélagi og dreifa í verslanir og annað slíkt. Og þeir duga býsna lengi og vel ef að þeim ekki stolið. Og það eiginlega svolítið vandi. Ég fór í hvað segir maður, svona góða hirðin eða reyndar svona skildaverslun og ég sá minnstakosti 10 svoleiðis undir svona einhverju glervöru og eitthvað þess háttar. Þannig að hér kemur áskorun til ykkar ef þið sjáu svona græna kassa, þá eru þeir í eigu grænmetisbænda og eiga í raun og veru í sölufélaginu og eiga að fara til að sinna því hlutverki sem þeim ætlað og ekki annað. Og þetta kannski það sem að við glímum við líka með notkunina á plastinu, að það þarf að fara í réttan farveg. Ég veit til þess að í Finnlandi hefur verið gerð rannsókn á því geymsluþoli í sambandi við gúrkur og í raun og veru eru afföll af gúrkum alltaf 20–30% ef að þær eru seldar í lausu. Og það að segja ekki pakkaðar, bæði náttúrulega gufar upp af því að það svo mikið vatnsinnihald í þessari vöru. En það einnig þannig að þær verða fyrir skemmdum og plastinu auðvitað ætlað að verja vöruna. Og það þarf í raun og veru ekki að minnka sóun um 1% til þess að vega plastið upp.
þar að segja umhverfisáhrif af plastinu, miðað við þá sóun sem felst í því að henda gúrku sem að tekið hefur til sín þá framleiðslu þætti sem þarf til að hún verði til. Og ég held að það væri mjög áhugavert að fá þessar tölur fram fyrir okkur hérna á Íslandi og ég spyr bara eiginlega svolítið á þessu fundi í fyrsta lagi hvað hafið þið af upplýsingum þetta og hvað vantar og Matís tilbúin að leggja á stað í svona smá verkefni sem við getum, svona hagnýtt verkefni geymsluþol afurða, kannski sem framhaldsverkefni því sem við erum að gera núna og með hvaða hætti við getum best varðveitt það og hvaða lausnir eru bestar í sambandi við þessa umbúðir. Erum við kannski bara eins og Finnarnir? Það bara munar 1% og þá plastið komið á. Af því nú hefur plast verið að þynnast og skána svona eiginleikarnir líka í því þannig að við erum ekki eins, þetta er ekki sama plastið og var fyrir 20 árum síðan. Þannig að, og ef aðra lausnir eru hentur líka þá væri mjög gott að leiða það fram. Þannig að mér langar að spyrja hvað til og hvort að menn eru tilbúin að bæta þá við því sem vantar. Takk fyrir. Kannski, Ólafur, vilt þú kannski taka? Já, við á Matís erum alltaf tilbúin til að ræða ný verkefni og þetta er líka ábending til okkar í núverandi matvælasjóðsverkefni að undirbúa þessi mál sem að þurfa nauðsynlega að taka lengri tíma heldur en bara fram í desember. Valur, vilt þú bæta einhverju við eða? Nei, en ég alveg sammála. Þetta náttúrulega plastið gerir ótrúlega mikið fyrir þessa viðkvæmu afurðir sem eru eins og þú segir, eins og gúrkan 97% vatn minni mig, þannig að það rosaleg, plastið hefur gríðarlega áhrif að takmarka vatnstapið og lengja geymsluþolið, þannig að það eins og þú segir, einhvers staðar þessi punktur hvar hann liggur svo, það kannski erfitt að finna það út, en eins og nefnir líka plast hefur breyst mikið á undanförnum árum og mennur nota líka endurunnið plast í þessar umbúðir en alltaf þarf plastið sem snertir afurðirnar að vera nýtt. Þannig að plast yfirleitt marglaga og það alltaf þetta lag sem snertir sjálfar afurðirnar, það ekki hægt að nota endurunnið plast í það. En ef þú segir, þetta afar áhugaverð umræða og mjög mikilvægt að sé unnið svolítið í þessum þáttum, því að við sjáum eins og Björn nefndi áðan að krafa verslunar og neytenda svolítið í þessa átt að minnka plastnotkun. Takk fyrir þetta. Jón Hannes Stefánsson, þú næstur. Já, sælverði. Jón heiti ég og frá Krónunni. Mér fannst einmitt afar athyglisverð þessi umræða plasti og langa að koma bara áfram inn á það. Við í Krónunni höfum verið afar duglegir einmitt að ýta að framleiðendum að reyna að finna eitthvað aðra lausnir heldur plast. Við megum reyndar ekki gleyma því líka hvað plastið einmitt gott og einfalt og gott fyrir jörðin okkar ef við erum að vinna með endurunnið og endurnýtanlegt plast. Þannig ég hvet bara aðila til þess að einmitt koma fram með og kynna þetta betur fyrir almenningi. Þannig að fólk átti sig á þessu. Staðreyndin þessi þökk COVID að hluta til að það taka svona mikið af plastumbúðum út úr búðunum eins og var kynnt áðan. Þá seljum við bara enn meira af pökkum en ekki lausum vörum. Og ég held að við þurfum að kynna betur bara fyrir almenningi og fólki kosti plastsins og vinna bara með það rétt. Það er þetta sem er að koma á framfæri. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jón. Ég veit ekki hvort einhver vill taka þennan bolta eða hvað svo höldum ekki bara áfram niður listan. Ásta, þú næst. Já, Ásta heiti ég, sviðsstjóri lýðheilsu og matvælaöryggis hjá Matís. Ég ætla eiginlega bara að taka
mjög svipaðan punkt og hann var, man ekki nafni á henni á Krónunni. Með plastið að vissulega þurfum við að minnka plastnotkun annað slíkt, en þetta líka eins og við að nefna svona PR-mál með plastið, það fær mjög slæma dóma og það ekki að segja við endilega bara vera við allt í plasti, heldur að kynna nákvæmlega þetta hvað plastið gerir, að við getum verið að minnka kolefnisspor með réttri nýtingu plasts og hvernig á að miðla þessum upplýsingum, og það rauninni kannski stóra spurningin. Og síðan eins og Gunnar kom inn á áðan að það ekki endilega hægt að hoppa beint frá plasti úr ekki með annan möguleika. Það alveg fínt að reyna að finna aðra möguleika, en við getum ekki farið beint úr plastinu fyrir en það svona vænlegur kostur kominn nú þegar. Þannig að í augnablikinu held ég að almenningur fær þessa tilfinningu að plast sé allt slæmt og vissulega getum við bætt okkur í því, en það vantar þess að miðlum upp á kost, að þetta möguleikinn sem við höfum núna og hvernig lifum við best og honum þangað til að annar betri kostur kominn og á meðan við erum að vinna að betri kosti, þannig að það væri mitt input. Glæsilegt, bestu þakki fyrir þetta Ásta. Sophie næst. Já, þarf ég að spyrja á vídeó hérna. Já, Sophie heiti ég, sérfræðingur hjá Matís, var einmitt í sjónvarpi daginn í fréttum að tala örplastið sem við orðið alls staðar. Við erum að drekka það og borða og bara kjamsa á þessu alla daga. Plast hefur lítið breyst, bara yfir höfuð. Þó sem maður vilji kannski ímynda sér það, þá það bara alls ekki þannig. Og allt þetta þunna plast sem sett á gúrkum, það utan pakningar og svona, þetta ekki hægt að endurnýta. Plastpokar, þetta ruslplast sem annarkvort fer í landfyllingu eða þá flutt út og lendar í landfyllingu í Kína eða Póllandi, og í svona besta falli þá þetta brennt og býr til orku einhvers staðar, en það náttúrulega flutningur til og frá Íslands, það þarf að dæla upp olíu úr jörðin til þess að búa til þetta plast. Þannig að fyrir mig þá kýs ég alltaf plastlaust grænmeti og ég fer í veganbúðin til dæmis til þess að kaupa plastlaust grænmeti. Ég veit líka að ég í verkefni þar sem við erum að skoða hvað þessi efni sem eru í plastið, þeir leka út úr plastinu, hvernig sem maður vill halda að það sé ekki þannig, þá það að gerast, þessi plastmýkingarefni sem gera plastið verði mjúkt. Þessi efni hafa östrógen áhrif og alls konar önnur áhrif á líkamann. Þannig að ég kýs alltaf plastlausa vörur og fer í sérstaka búðir til þess að ná mér í plastlaust grænmeti. Ef ég í bónus einhvern tímann, þá kýs ég frekar að kaupa hollenskt grænmeti, það bara þannig. Þannig að, já, ég forðast bara plast eins og ég get. En já, svo kemur matarsóun og allt það inn í dæmið, en ég var rosalega til að þetta væri kannski val fyrir neytandann. Þú veist að þú mátt velja, viltu gúrku í plasti eða ekki. Ég veit ekki, eins og núna þá ekki til nein kannski alveg skotheld lausn á þessu vandamáli. Og ég held að það þurfi bara pólitískan vilja, það þarf pening í meira rannsóknir að koma öðruvísi efni á markað sem eru í samkeppnishæf við plastið og það plastið svo ódýrt. En þetta náttúrulega eins og í öllu svona mafjósa business að auðvitað vilja plastframleiðendur ekki að það komi neinar góða lausnir við þetta mál. Þannig að það alltaf ákveðið vandamál. Eins og með olíu og renewable energy. En já, þetta var bara mitt mál, mitt innlegg í þessa umræðu. Takk fyrir þetta, Sophie. Mátt að heyra annan vinkil á hlutina. Katrín, þú varst næst. Já, takk fyrir og gaman að heyra svona hvernig þessi sjónarmið vegast á. Ég myndi aldrei nokkuð tíma kaupa frekar hollenskt, plast eða ekki plast, þegar ég búin að lesa skýrslu Matvælastofnunar út frá sýnatökunni ykkar,
Því að á síðasta ári, samkvæmt skýrslu Matvælastofnunar, þá voru öll íslensk sýni sem tekin voru undir og án merkja varnarefni, á meðan að 10. hvert sýni sem að flytt var inn til landsins og skoðað var sem sagt yfir mörkum. Þannig að og ég veit ekki sko hvort við nú verra með okkur varnarefna leifar í matnum sem við erum að borða, sem nú sérstaklega þá kannski frá þessum svæðum sem hafa önnur viðmið í þeim efnum, eða þessar pólífjölliður sem að plastið búið til úr. Nú, þau sögðu mér inn í sölufélagi þegar ég var að spyrja út í þessi umbúðamála, þegar við erum nú alltaf að klóra okkur í hausnum hvernig við getum vandað okkur í framgöngu og sóað sem minnst og haft sem minnst áhrif neikvæð á umhverfið í okkar framleiðslu og okkar framleiðsluháttum, að þau myndu þurfa að flytja inn ef þau ætla að sækja til dæmis grænmeti í staðinn fyrir að sækja það í plastkössum og sækja það í pappakössum, þá myndu þau sennilega þurfa að flytja inn sko 2 gáma á ári bara tróðfulla pappakössum í staðinn fyrir að nota aftur og aftur og sótthreinsa þessa plastkassa sem að staplast svo vel og eru svo fínir og hægt að nota til að kæla og sótthreinsa svo. Og við skulum átta okkur á því líka að það eru ákveðnar kröfur í sambandi við sótthreinsun, kælingu og annað slíkt sem viðheldur gæðunum, dregur úr sóun, sem að flutningsumbúðir þurfa líka að standast. Þannig að þau vegast alltaf svolítið á þessi sjónarmið og takk fyrir það. Það er gaman að, en sko mín tillaga er svo, nú bara sækjum við framhaldsverkefni og höldum áfram að meta með hvað hætti við getum komið umbúðum best fyrir, þannig að jákvæðust verði sem minnst neikvæð umhverfisáhrif af því sem við erum að gera. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Katrín. Ég held að Matthías sé alltaf til í að skrifa niður og hjálpa til við umsóknarskrif og við erum alltaf til í svoleiðis hluti. Heyrðu, Gunnar, þú ert næstur. Já, bara östuðt, mér líður eins og ég komin á umhverfisráðstefnu sko, en við ætlum að tala grænmeti, en það sem að sko vantar svolítið inn í þetta, það er það sko hver er stefna sko íslenskra þjóðar í þessum málum. Og ég var að leita nýjum umbúður utan kryddjurtirnar mína fyrir ári síðan og umbúðasalarnir sögðu hver er hvati íslensku samfélagi til þess að hætta að nota plast og fara yfir í pappír eða aðrar vörur. Það er engin hvati til þess nema umræðan í samfélaginu. Það segir, heyrðu, það er bara haltu bara áfram að nota plast, því að umbúðirnar sem eru eins og pappírsumbúðir, þær eru 30% dýrari. En við, í okkar framleiðslu, munum skipta yfir í pappírsumbúðir núna á miðju ári, en ég efast að ég nái því heim í sko álagningu vöruna til þess að ná í umbúðakostnaðinn sko. Ég þarf bara að spara einhvers staðar annars staðar, ég bara hlaupa hraðar, en þetta er umhugsunarvert, en bara frábært og takk fyrir gott málþing. Og kveik í mér. Takk fyrir þetta, Gunnar. Þetta nú svona að klárast hjá okkur en Vaka, þú varst með hönd á lofti. Já, kannski aðeins svona frá plastinu reyndar og í annað. Nú erum við að sem sagt byrja að vinna með hlíðarafurðir og ætlum í framleiðslu á íslensku grænmeti hlíðarafurðum, við erum upp í Matís. Okkur finnst svolítið svona kannski vanta þetta að það sé einhvers konar miðlægt svið eða eitthvað sem að við sem frumkvöðlar og síðan framleiðendurnir sjáum hvað er til af hlíðarafurðum, hvað væri hægt að nota. Þú veist, framleiðendurnir sjálfur, garðyrkjubændurnir, þeir hafa ekkert endilega tíma í að vera að hugsa út í það og þetta sóast og fer einhvers staðar bara til spillis á meðan að við vildum svo gjarnan vilja vera að nota þetta. Það er kannski eitthvað sem að kemur út úr virðiskeðjuverkefninu, það er spurning, en það væri rosalega gaman að það væri bara einhvers konar gagnagrunnur eða eitthvað skráning þar sem maður gæti nálgast meira. Hvað er í boði af hlíðarafurðum? Já, og við erum bara að auglýsum eftir því, við erum svona að reyna alltaf að finna nýtt eitthvað spennandi til að vinna úr. Íslensk grænmeti, þannig að ef að hér eru einhverjir íslenski bændur kannski á þessum fundi sem að hefði áhuga á því að kynna okkur fyrir sínu vörur, þá með endilega hafa samband við okkur. Við erum sem sagt upp í Matís og erum að vinna með honum Ólafi Reykdal
Þannig að endilega hafið samband við ykkur ef það er eitthvað spennandi hráefni sem við getum kannski nýtt sem annars fer til spillis. Já, glæsilegt. Gaman að heyra svona kröftu frumkvöldlega fólki. Það Elisabeth næst, svo Gunnar og svo held ég þetta sé eiginlega bara komið hjá okkur. En Elisabeth, gjörðu svo vel. Já, takk. Mér langaði bara aðeins að tala hliðarafurðirnar en þess að ég kemur úr heimi úrgangsstjórnunar og þar erum við að vinna með fyrirbæri sem heitir Industrial Symbiosis, þar sem að afurð, eða sem sagt úrgangur, output frá einu fyrirtæki verður input í annað fyrirtæki og þannig erum við að nýta úrganginn sem sagt í staðinn fyrir hann bara verði sem sagt sóist. Ég fór bara að hugsa sko hvernig var ég hægt að translata þá hugmyndafræði yfir í nákvæmlega sem þið voru að tala núna með aukaafurðirnar. Og þá erum við að tala bara kortlagningu inn í fyrirtæki og bara skráning og svo sameinum við það þannig að allir hafa yfirsýn yfir allar þú veist í tengslið úrganginn, ruslið og glatvarmann og svo framvegis, en það er svo auðvelt að yfirfæra. Þannig að hugmyndafræðin er til og við hjá SAS á Suðurlandi, Samtök Suðurlandskra sveitarfélaga, við erum með mjög mikla þekkingu á þessu. Þannig að það væri geggjað að fara í samstarf með þetta. Ég væri þarna mjög til. Takk. Takk fyrir þetta, Elisabeth. Ég endilega, ég bara hveti til þess að hafa, kannski tala svolítið út mér, en að hafa samband við starfsmenn Matís. Ég veit að það eru til dæmis glatvarmapælingar í gangi og annað slíkt, þannig að dyrnar eru alltaf opnar. Gunnar, það er svona kannski bara við hæfi að þú sem síðasti maður á mælendaskrá. Takk ekki alveg fyrir það og bara takk fyrir frábæra fund, en athyglisvert Vaka og þið sko sem eru að horfa á þessar hliðarafurðir. Ég velti oft fyrir mér þessi sko gósenlandi berja og haustin á Íslandi. Hvað varðum aðalbláberin og bláberin og krækiberin? Þetta vex eins og arfi út allar heiðar og það eru einn og einn sem að tíni sér svona kíló og vinnur þetta heima. Hvað varðum íslensku aðalbláberjasultuna sem að selst bara til túrista á heimsvísu? Og svo eigum við rabarbara út allar koppagrundir sem að vex eins og arfi og það er enginn að nýta þetta. Og ég segi bara, ég bara hlakka til að sjá þessa ágætu skýrslu þegar þið verið búin að klára þetta. Ágæta fólk. Það er fullt að tækifærum út allt. Vaka, vildur þú bæta einhver við? Ertu með gamla hendur á lofti? Já, en ég ætlaði bara að svara þessu skemmtilega kommenti. Við erum einmitt með planaða núna vikuferð í ágúst í berjatímslu, þannig að það er bara akkurat það sem við ætlum að gera, algjör strugl að það sé ekki að nýtast. Alveg sammála því. En þá vil ég bara þakka kærlega fyrir fundin, virkilega góður umræður og við hlökkum bara afskaplega til að heyra meira frá okkur og bara hvetja ykkur endilega til að vera í sambandi við okkur og Matís. Dyrnar alltaf opnar. Kærar þakkir. Takk. Bless.